Við Íslendingar erum alltaf að eignast æ fleira afreksfólk á hinum ýmsu sviðum, en í ágúst síðastliðnum bættist í hópinn þegar Beate Storm og bóndi á Kristnesi í Eyjafjarðarsveit gerði sér lítið fyrir og varð Norðurlandameistari í eldsmíði. Við hittum Beate á vinnustofu hennar á dögunum. Ertu til í að byrja að segja mér, hvenær þú byrjaðir fyrst að hafa áhuga á eldsmíði og hvaðan sá áhugi kom? Sko það er pínu skrítin saga á bak við það. Já. Því að mágur minn var að læra grjóthleðslu og maðurinn minn hefði líka áhuga á grjóthleðslu og það var ákveðið að það þarf að hafa eitt svona grjóthlaðið hús á bænum hér í Kristnesi. Þannig það var ákveðið að hlaða smá kofi út í garð. Og kofinn gat ekki verið bara einhver kofi til einskins, þannig að ákveðið að þetta má vera smiðja. Hlöðum eina litla smiðju út í garð. Og þá var náttúrulega ekki hægt að enginn kynni að smíða. Og þá var akkurat haldið námskeið í samband við handverkssýningin á Hrafnagil. Það kom sænskona Therese Engdahl, heitir hún, Norðurlandameistari fyrrverandi, og hélt námskeið og ég fór á námskeið til hennar. Og fannst þetta rosalega gaman og fór aftur á námskeið árið eftir og fór svo út til hennar í Svíþjóð. 1 mánuð að lærði ég á henni. Og fór að smíða í smiðjun út í garðinn, en svo er ég komið meistari í smiðju núna. Og þetta eru einhver 16 ár síðan. Vá. Hvað var það sem heillaði þig við þetta og hvað er svona skemmtilegt við þetta? Ég hef alltaf haft áhuga á handverk. Finnst gaman að vinna með höndunum. Og þetta að taka kalt, stíft járnstykki, hita það upp og geta formað það. Það er náttúrulega bara, það er svolítið töfrar í því. Það er mjög gaman. En svona sagan, þekkirðu hann eitthvað? Þetta er alveg æva forn hefð. Já, eldsmíði held ég sé alveg eftir svo járnöld. Að menn hafa eldsmíðað og náttúrulega þegar menn hætti að nota tinnusteinar til að skera með og beinverkfæri að þá náttúrulega var þetta verðmætt að kunna eldsmíða. Og hvað ertu mest að smíða? Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Eru það einhver svona nytjatól eða listmunir? Nytjatólin og svona uppáhaldi og svo er þetta, mér finnst það góða gaman að smíða munir fyrir eldhúsið. Litlar skeiðar, litlar gaflar, pítsanývar hef ég smíðað svolítið af og fólk hefur verið að biðja mig aðeins, vinir og vandamenn hefur biðjað mig að smíða alls konar hnúðar fyrir eldhúsinnréttingar og svolítið. Mér finnst það líka mjög skemmtilegt. En hefurðu hugmynd hvað þetta er algengast í heiminum? Er til dæmis mikið af fólki í eldsmíði á Íslandi? Það er myndast smá hópur. Við erum með félag og ég get ímyndað mér að getum sagt að séu svona 20-30 manns á Íslandi í dag sem smíðar svona oft og títt sko. En á Norðurlöndum og allstaðar í heiminni er eldsmíðað. Ef maður fer á þessu alneti sem sagt og googlar eldsmíða þá finnur maður eldsmíði. Og þetta er stórt í Ameríku og stórt í Þýskalandi. Og er fólk enn að nota þetta og stunda þetta sem atvinnu? Já, þetta er algjörlega atvinnugrein. Og konur líka, jafnt sem kallar? Já, en þau eru færri. Þær eru miklu færri. En þú varst út í Finnlandi nýverið að keppa á Norðurlandameistaramóti í eldsmíði og sigraðir það. Hvernig var? Var þetta ekki æðislegt? Þetta var náttúrulega æðislegt. Voru keppt í 3 flokkar, yngri smiði, svona frekar byrjendur, þá var engin byrjendur sem er að smíða þessu og svo þessu sem eru með sveinspróf í miðflokkin og svo meistarasmiðið. Og það er þú? Já, því að á Norðurlöndum er alltaf forkeppni. Það er forkeppni í löndunum og fyrsta og annað og þriðja sæti, fyrsta sæti keppir bara í erfiðasta flokkin og annað sæti keppir í mið og ég sigraði sem Íslandsmeistari, voru í röð núna og var þess að setja meistaraflokkin og mér fannst það nú ekkert sérstakt sko, mér fannst það var nú eiginlega ekkert svolítið gaman tilhugsun að keppa með meistarana. En þú vannst þá? Svo vann ég það. Já, en verkefni sem við gerðum voru að smíða tölustafir. 0 til 9 sem sagt. Og það er alltaf eitthvað verkefni mismunandi eftir árum? Já, það er bara þau sem eru staðarhaldara ákveða hvað að smíða. Og í ár hentaði verkefni mér vel af því að þetta var svona byggði mikið á reynslu og nákvæmni. Ég frekar svona með fullkomnunar áratu og nákvæm. Tölustafni þurftu allir að vera jafn stórir og í sama stíll og þú hafði bara, hvort við vorum 4 tímar að smíða. Wow. Þannig að það segir sig sjálft að þetta er cirka 20 mínútur sem hefur á hvern tölustaf. Þarf maður að koma sér upp rándýrum búnaði til þess að geta stunda eldsmíði? Hvernig er það? Nei.
það þarf maður ekki. Maður getur gert alveg með ótrúlega frumstæð, eins og ég var að segja við þeim, maður getur jafnvel sko, og eins og við gerum þegar við erum að sýna miðalda eldsmiða, þá erum við gerðan með hólu, gröfum smá dæld í jörðinni, höfum kólinn þar og svo físibelg sem að pumpa loft í eldin. Og svo gæti maður þess vegna að vera með grjótnullung sem maður að smíða á, en hann þarf að vera á góðu grjóti. Og Íslandi vandamáli með grjót, en í útlöndum alveg hægt að smíða á grjóti. En þetta hættulegt? Hefur einhvern tímann lent í að brenna þig? Sko, hættan mjög augljós í eldsmið. Eldurinn mjög augljós, hann ekki falinn, hann mjög opinn, en mér var kennt í upphafi, mjög nákvæma svona, maður gerir ekki svona og maður gerir ekki svona, maður leggur aldrei frá sig heitt járn út í salengstar, maður leggur það á borðinu eða kælir það í vatni. Og maður lappar aldrei með heitt járnstöng og ef maður fer eftir þessi einföldu grundvallaratriði, þá þetta ekki sérstaklega hættulegt. Ég hef brennt mig nokkuð skipti, en ekki alvarlega. Nei. Ertu til að sýna mig kannski 1 eða 2 hluti sem að þú hefur verið að leika að smíða? Já. Sko, ef við tökum svona litlir sætir eldhúsmunir sem ég var að tala sko, að einmitt svona skál, kertastjaki, skál fyrir píparkökur og svona, það finnst mér verulega krúttulegt. Litlar skeiðar, því ég kalla sykurskeiðar, fallegt í sykurkarið að hafa svona dúllulegt eitthvað. Eldsmiðin hefur svo, þetta svo mikil vitt í þessu, þú getur gert allt mögulegt, það eiginlega engin takmörk sko. Akkurat. Ég get smíðað eitthvað risastórt og ég get smíðað eitthvað pínulítið. Mjög ánægð með þetta verkfæri sem ég smíðaði í vor á námskeið. Þetta kartöfluupptöku gref. Og á þessu sömu námskeiði var þessi sænski maður að kenna okkur að smíða ljái. Ég smíðaði frekar lítil ljár. Þetta stóru ljáin stærri en því ég er kona þá fannst mér svolítið næs að smíða bara svona frekar lítil. Ég skal eldsmíða smá fyrir ykkur. Við ætlum að smíða nagla. Þá þarf ég eitt verkfæri sem hefur skemmtilegt heiti, löð, naglalöð. Og þetta notað til að smíða hausinn á nagla. Þannig ég smíða svolítið af nöglum. Til að fá rétta hitastigið í kolanum, þá þarf ég að blása lofti. Það suðið sem við heyrum. Hvað þetta heitt? Þetta mjög heitt, en ég að hita járnið upp í cirka 12–1300 gráður. En það kjörhiti? Það kjörhiti. Og ég sé það ekki með neina hitamælar eða neitt svoleiðis. Það bara liturinn sem sett á járninu. Já. Nú sjáum við að hérna fremst það að verða svona gul lit. Þá það að nálgast þetta og þegar það fer upp í hvítt þá það alveg að fara að bráðna. Akkurat. Og svo kemur stjörnuljós þegar þetta bráðnar. Já. En þetta hérna ágætis líkamsrækt, það ekki? Já, maður verður náttúrulega sterkur í handleggjunum. Já. En náttúrulega þetta rosalega mikið tækni. Þetta mikil tækni. Og þetta rosalegt æfingaratriði. Ætlar þú að prófa að smíða?